Notaðu tippið 1x2 við tippum. Hjalti, kom skellur hérna á heimavelli. Var það einstaklingsframtak leikmanna þinna sem var kannski að trufla ykkar áform í dag? Ég held að við spilum aldrei, einhvern veginn náðum aldrei flæði í sókninni. Varnarlega vorum ekki stig út, þeir náðu öllu frákostu, þeir voru í öllum lausaboltunum. Rauninni var það þannig að það var í rauninni svolítið eitt lið bara á vellinum. Þeir vildu þetta alveg greinilega, en ég held samt að þetta hafi verið svolítið, menn ætlaði að koma stemdir með tölu það fyrir leikin, að þetta átti að vera alvöru leikur, þetta átti að vera sem menn ætlaði að koma þvílíkt vel stemdir inn í þetta. Ég held að menn hafi hugsað of kannski mikið og komið flatir inn í leikin þess vegna. Ég trúi að þessi svoleiðis frekar en að menn hafi komið bara flatir, bara viljinn hafi ekki verið til staðar. Eftir sigur í fyrstu tveimur umferðunum þá kemur magalending hérna. Það var svo sem kannski ekki hægt að búast við að Fjölnisliðið færi taplaust í gegnum tímabilið, en ég er nokkuð annað liðið það. Nei, ég meina, þetta er eitt leikur. Nú bara tökum við til og hérna gýrum okkur fyrir næsta leik og hérna pössum bara að þetta gerist ekki aftur. Það er bara svoleiðis. Getur þú tekið eitthvað jákvætt út úr þessum leik hjá þínum mönnum? Það er nú bara mjög erfitt, það er ég að segja alveg svo sko. Hérna, nei, í rauninni ekki. Við vorum eiginlega arfaslakir bara öllum vikstöðum sko. Því miður. Höfum ekki fleiri orðum það? Stórleikur í næstu umferð? Já, það eru stólarnir í næstu umferð og við náttúrulega spilum mótið með Lengjubikarnum og þeir hérna tók okkur það. Þannig að við ætlum að hérna taka þá hérna heima. Takk fyrir Hjalti. Takk.